fréttamál vikunar Íslandsbanka skýrsla Ríkisendurskoðunar sem að lag á sunnudaginn og hefur verið til umræðu í samfélaginu og á þingi og í fjölmiðlum og út allt. Og nú eru komin, eins og við rættum hér áðan, eru málstaðalar byrjað að senda sínar eigin skýrslur til að svara þessar skýrslur. En hingað eru komin fólk sem að hélt ræður á mótmælum á Austurvelli í vor til að mótmæla þessari sölu. Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og Jóhann Páll Jóhannsson, verið velkomin. Takk. Ég má byrja á þér, Jóhann, þegar þú las skýrsluna, sástu eftir einhverju sem þú sagðir á Austurvelli? Nei, alls ekki. Ræðan mín og reynda ræðan hennar Ólínu líka eldist bara ágætlega og svona þessi tilfinning sem fólk hafði og sem dreif fólk á Austurvöll að þarna hefði ráðherra verið að fúska með eignir almennings, verið að selja þeir á undirverði og í lokuðu ferli sem var ógagnsætt og án þess að allar upplýsingar væru gefnar fyrirfram. Ég held að svona í öllum grundvallaratriðum þá bara staðfestir þessi skýrsla Ríkisendurskoðunar að þjóðin hafði rétt fyrir sér. Almenningur hafði rétt fyrir sér. Já, að almenningur hafði rétt fyrir sér í þessu máli. Staðfesti grunn fólks. Er það rétt, Ólína? Já, ég held að það sé ótvírætt. Það eru svona aðalega, það eru svona 8 eða 9 atriði sem standa upp úr þessari skýrslu finnst mér. Og það er þetta með sem að við gagnrýndum harðlega í okkar ræðum. Það er þetta með skortin á gagnsæinu. Það var ekki gætt jafnræðis eða hlutleysis við söluframkvæmdina sjálfa. Það var og ótal margt sem að fór úrskeiðis, en það sem mér finnst nú kannski alvarlegast af því sem að kemur fram í skýrslunni, það er að vísu sagt rós fögrum orðum, en það er sagt að Alþingi var blekkt í kynningunni á því hvernig þetta söluferli myndi fara fram. Það er orðað einhvern veginn þannig að hugtakanotkun hafi verið óljós og ekki dregið upp rétta mynd af því sem framundan var. Þetta er hver túlkaði eins og hann vildi þessi hugtök? Já, og fólk þegar við var verið að tala um kjölfestu fjárfestana, langtíma fjárfestana, fagfjárfestana, þá varð fólk fyrir hughrifum og fékk á tilfinninguna að þarna yrði ákveðin hópur fólks, sérstakur markhópur fyrir sölu á þessum hlutum. Þegar svo í ljós kemur að það var alls ekki raunin, það voru erlendir kaupendur sem réðu verðinu, það var ekki tekið tillit til eftirspurnar eftir hlutunum, það hafði áhrif á verðið og hagsmunir ríkisins þess vegna fyrir bornir í raun og veru, því að það er full ástæða til að ætla að þessi áætlunum að ríkið hafi farið á mis við 2 milljarða fyrir vikið, að það er yfir full rök að styðjast. Og svo þegar almenningur sá hverju keyptu, þá voru þar persónuleikendur úr runinu. Já, ég meina svo líklega ef við erum að vitna í almenning sem almenningundu síst af öllu vilja selja banka. Við sjáum að þarna skjóli nætur haft samband við ákveðna kaupendur. Við sjáum líka að þarna faðir fjármálaráðherrans, einn af kaupendunum. Við sjáum að þarna minni háttar fjárfestar sem fá símtal í skjóli nætur að nú sé góðu díll og þeim sé óhætt að kaupa, nú skuli þeir gera tilboð. Það var allt brogað og skakt við framkvæmdina á Íslandsbankasölunni og það er líka sagt í skýrslunni, þó það sé sagt með kurteisum orðum. Þarna var ekki þekking til staðar, hvorki hjá bankasýslunni, né heldur þeim sem leitað var til í sambandi við ráðgjöf og þekking, já, við skulum allavega virða það til vafa að það hafi verið þekkingarleysi. En niðurstaðan engan síður svo að þetta var allt í skötulíki og það var ekki farið að lögum. Það er grundvallaratriði líka, það var ekki farið að lögum. Og það stendur... Ríkisendurskoðun segir það ekki. Ríkisendurskoðun segir í sínum formála orðrétt að hún hafi ekki tekið afstöðu til lögmætis sölunar. Eða hún sagði ekki orðrætt merkingarlega, sagði hún það. Það er að segja, hún hafi ekki lagt mat á það hvort vinnubrögð hafi verið í samræmi við gildandi lögureglur, svo ég vitni orðrétt. Það segir Ríkisendurskoðun. Þar af leiðandi tekur hann ekki afstöðu til þess og fullyrðingar þar af leiðandi að þarna hafi allt verið löglegt
eru bara alveg ótrúleg ummæli í raun og veru í ljósi þess sem að við vitum nú Það þegar. segir ekki til það. Herðu, Jóhann, hvað gerist núna? Nú þessi skýrsla náttúrulega þrengir málið að mörgu leyti, snýst bara seinnisöluna, snýst ekki fyrri söluna, það sem er náttúrulega miklu stærri afsláttur, ég meina ekki hægt að reikna sig niður á lægri tölu 25 miljardar sem að fólki var gefið á. Og ágætt að hafa það í huga að það voru sömu aðilar sem sáu fyrri söluna. En sko, ég náttúrulega gagnrýndi það harðlega á sínu tíma að farin væri þessi leið þegar kemur að því að gera upp þetta mál. Það er í rauninni, það er ekkit eðlilegt við þetta sko að það er einhvern veginn ráðherra sjálfur sem á frumkvæði að því að setja þetta mál í ákveðin farveg. Hann biður ríkisendurskoðanda að hefja skýrslugerð þetta mál. Nú er það bara þannig að sko lögin ríkisendurskoðanda, þau gera ekkit sérstaklega ráð fyrir því að hinnir eftirlitsskyldu aðilar, framkvæmdavaldið sjálft, sé að hlutast til það hvernig ríkisendurskoðandi vinnur vinnuna sína. Það er eins og að farvegur í lögum einmitt fyrir alþingi og fyrir stjórnskipunar og eftirlitsnefnd að beina málum þangað. Og ég gagnrýndi þetta strax í vor, bæði vegna þess að ég hafði áhyggjur af því að þetta myndi í rauninni draga úr trausti til skýrslunar og maður bara sér það því miður bara á samfélagsmiðlum og víðar að það eru svona uppi alls konar rangkumindur að skýrslan hafi einhvern veginn verið unnin undir handleiðslu ráðherra eða annað slíkt en ég gagnrýndi þetta líka vegna þess að hlutverk ríkisendurskoðanda er bara mjög afmarkað samkvæmt stjórnarskrá og samkvæmt lögum, þeim sérlögum sem gilda þennan eftirlitsaðila. Hlutverk ríkisendurskoðanda og hans svona starfsvið lítur einvörðungu að atriðum sem varða rekstur ríkissjóðs og fjárreiður ríkissjóðs. Það er ekki ríkisendurskoðanda að kveða upp úr sekt eða sýknu eða skoða með almennum hætti hvort ráðherra hafi rækt sínar starfsskyldur og sínar eftirlitsskyldur gagnvart undirstofnunum og með því að beina þessu máli strax í þennan farveg þá var ráðherra með óbeinum hætti að koma í veg fyrir að til dæmis umboðsmaður Alþingis myndi stíga inn eða að hægt var að setja málið strax í þann farveg að skipa rannsóknarnefnd samkvæmt lögum rannsóknarnefndir Alþingis sem hefði þá getað skoðað í rauninni málið í miklu víðtækara samhengi og velt við öllum steinum sem er orðalag sem hefur verið notað mikið í þessu máli. En engu að síður, þrátt fyrir að ríkisendurskoðandi fari með þetta afmarkaða hlutverk og sé bara að skoða mjög svona afmörkuð atriði í þessari bankasölu sem lúta fjárreiðum og rekstri ríkisins og þrátt fyrir að ríkisendurskoðandi eins og hann tekur sjálfur fram bara í inngangi taki ekki afstöðu til svona til lagatúlkunar og ég man ekki hvernig það er orðað nákvæmlega en þrátt fyrir þetta þá er skýrslan alveg opboðslega afgerandi og í raun sláandi varðandi þá þætti sem eru skoðaðir. Miðað við hvað hún er að skoða það er það sem er svo og á skringilu sjónarhorni þá er hún mikill áfellisdómur. Hún er alveg svakalegur áfellisdómur. Og það er eitt sem að ég vil benda á að í lögum opinbera sölu á opinberum eignarhlut í fjármálafyrirtækjum það er beinleinis tekið fram að það eru 5 atriði sem að eru markmið lagana og það er að það sé opið söluferli, að það sé gagnsæi, að það sé hlutlægni, að það sé leita hæsta verðs og jafnræðis. Ríkisendurskoðandi í sinni skýrslu, þó hann taki ekki afstöðu til lögmætisins, þá dregur hann fram öll þessi atriði og þau brugðust öll. Af því má draga þá ályktun sem engin íslensku fræðimaður hefur þorað að segja í viðtölum nema einn sem er í örugri vinnu út í Kaupmannahöfn að lög voru brotin. Það var nefnilega, það er ekki hægt að komast að neinni annarri niðurstöðu. En ef lög eru brotin, hver á að rannsaka það og hver á að ágera? Hver á að kæra? Já, og hverjum er tristandi til að rannsaka það, hver þorir, sporin hræða kannski. Það er undarlegt og óþægilegt, nú tók ég með mér þessa ágætu bók sem ég skrifaði fyrir 2-3 árum sem heitir Spegill fyrir skuggabaldur. Þar fjalla ég fræðilega
einmitt þetta sem er smæð íslensk samfélags og vangeta til þess að standast ákveðin viðmið þegar kemur bara að siðferði og stjórnfestu. Hér eru lögfræðingar, meira eða minna skólabræður úr sömu lagadeildinni, sitja saman við dómstólana, afgreiða mál með því að hringja hver í annan, jafnvel yfir viskiglasi. Hér er lítið háskólasamfélag sem er háð atvinnulífinu og jafnvel fjársterkum aðilum og hér eru bara margir sem að treysta sér ekki til að tala eða gera það sem þeim ber að gera. Þannig er það bara. Þannig okkur hefur ekki tekist að byggja upp hér gott samfélag? Nei, okkur hefur ekki tekist það nógu vel. Því miður. Jóhann, framhaldið, nú er planið hjá Bjarna að beini svo þangað. Þetta er alltaf ganga eftir eins og hann vill. Nú er umræðinu málið á grundvelli skýrslunar sem er kannski ekki alveg málið sem að hefði átt að rannsaka eða út frá því sjónrótin sem hefði átt að gera. Já, ég meina það... Er hann ekki bara að vinna? Ég veit það ekki, ég meina það breytir því ekki að nú erum við með þessa skýrslu og nú er það í höndum stjórnskipunar og eftirlitsnefndar og alþingis að taka ákvörðunum næstu skref og afstaða okkar í stjórnarandstöðunni er mjög skýr og svo sama hún hefur verið alveg frá upphafi að það eigi að skipa óháða rannsóknarnefnd til að fara yfir þetta. Mér finnst þess að ekkit óeðlilegt að fara svolítið grúndýrt yfir þessa skýrslu af því það það eru bara, þetta er mjög sláandi skýrsla og það eru mjög mikilvægar staðreyndir sem koma fram í henni. Og ég held að sko þótt vissulega hefði maður kannski viljað einmitt strax að þetta færi í einhvern annan og stærri farveg þar sem eru skoðaði fleiri fletir sko, þá held ég að það sé alls ekki sko umræðunni eða málinu eitthvað til trafala að taka þessa skýrslu svolítið rækilega fyrir og byggja umræðu svona núna allra næstu vikna á henni. Já. Ég er hjartanlega sammála þessu. En það er eitt sem mér finnst mjög sárgrætilegt í þessu máli og það er það að eftir hrun, eftir að skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis kom út það sem gerðist í bankahruninu, þá var einmitt ráðist í það að setja lög sölu hins opinbera í fjármálafyrirtækjum. Þau lög voru beinlinni sett til þess að búa til ramma og styrkja umgjörð utan slíka hluti, skerpa á reglum til að skapa traust. Og það eru þau lög sem kveða á þetta sem ég taldi upp áðan, gagnsæið, traustið, hlutlægnina, jafnræðið, hæsta verð og svo framvegis og allt hefur það brugðist. Þannig að núna erum við hér stödd ríflega áratug síðar með framkvæmd, þessa bankasölu framkvæmd og þessi tiltölulega nýju lög og það bregst allt. Og viðbrögð stjórnvalda er að við verum að draga lærdóm af þessu. Er að segja já eða bara segja og nota þessa skýrslu sem hvítþvott sem fullyrðingu fyrir því að lög hafi ekki verið brotin sem að er þó... En ef að maður lærir ekki af hruninu og þá voru lögin sett, að þá lærir maður varla af þessu. Það er alltaf verið að því að ég held að Katrín Jakobsdóttir sem hefur hört ofta, við verum að draga lærdóm af þessu, að það getur varla verið rétt viðbrögð núna stjórnvalda. Sko það er eitt... Nei, það er ekki fyrir það, nei. Svo náttúrulega tekum maður eftir því að stjórnarliðar eru óbúslega mikið að ala á svona ákveðnum misskilningi það, hvað stendur í lögunum. Til dæmis þetta orðið armslengd er notað óbúslega mikið sko. Svona armslengdarsjónamið þau eiga við það að sko ríkið á ekki að vera endilega þetta er regla sem snýst að ríkið eigi ekki að vera að skipta sér með beinum hætti að félögum og að vali á stjórnarmönnum og svo framvegis og bankasýslan fer meðal annars með það hlutverk að skipa í stjórnir fjármálafyrirtækja fyrir hönd ríkisins. Í stjórn bankasýslunar. Já, akkurat. En armslengdin, nei, hún er, ég meina hann er með sinn trúnaða mann, Lárus Blöndal, prófkjörsmeistaransinn í sem stjórnarformum bankasýslunar, það er nú öll armslengdin, en það er ekki skrifuð inn í sko lögin sölumeðferð og eignarhlutur ríkisins í fjármálafyrirtækjum einhver sérstök armslengdarregla. Þar er það alveg skýrt að það er ráðherra sjálfur sem fer með ákvörðunarvaldið og ábyrgðina þegar kemur að sölu banka. En það þurfti hann að samþykja? Já, hann þurfti bæði að samþykja
hann þurfti bæði að taka ákvörðunum að selja í upphafi og að samþykkja tilboðin í lokin. Og samþykkja verðið. Og samþykkja verðið og hann fer náttúrulega með eftirlitsskyldur gagnvart stofnuninni og á að vaka yfir ferlinu svona alveg frá upphafi til enda og ber ábyrgð á því einmitt að þessi markmið sem Ólína var að fara hérna yfir, þessi 5 markmið í 3. grein laganna minni mig, séu hérna að þau náist og að salan sé í samræmi við forsendurnar og markmiðin sem koma fram í greinargerðinni sem ráðherra sjálfur leggur fyrir Alþingi. Og eitt af því sem kemur fram í skýrslu Ríkisendurskoðunar að ráðherra hafi í rauninni lagt villandi gögn fyrir Alþingi, svona misvísandi upplýsingar. Og líka að ráðherra að bankasýslan hafi með vitund og vilja ráðherra gert opaslega lítið úr þessum afslætti í ferlinu þegar efnahags- og viðskiptanefnd og fjárlaganefnd fór yfir málið og fengu ráðuneytið og bankasýsluna á sinn fund. Í raun og veru þetta mál alveg grafalvarlegt. Þetta alveg grafalvarlegt. En mér finnst viðbrögðin núna vera líka svolítið minna með svolítið það sem gerðist bara þegar þetta kom fyrst til tals í vor, að það eins og menn séu svolítið að fóta sig í umræðinu og reyna að átta sig á því hvar þeir megi stíga niður í þessar umræðu. Það getur verið svolítið hættulegt fyrir kjarnamálsins. Því að í raun og veru hópurinn sé að gera svona sátt það hvað megi segja. Já, og búa til að finna eitthvað lægsta samnefnara til þess að geta gengið svo frá málinu, gleymt því og haldið eitthvað annað. Hvað með viðbrögð ríkisstjórnar sem auðvitað var með æfð viðbrögð, þau hefur náttúrulega verið með skýrsluna í 2 vikur eða meira. Og þau eru mjög svona ákveðin, armslengdin það til þess notað og Sigurður Ingi notaði það mjög eins og það væri verið að segja að ef það væri eitthvað sök í málinu og hlítið að vera hjá þeim sem var með framkvæmdina og gæti ekki náð til pólitíkurinnar, þess vegna væri Bjarni Ben alveg varinn af því að það var armslengdin á milli. Það tvennt sem í samband við bankasýsluna, í umræðinu bankasýsluna sem hefur verið svona borið keim af því að það væri svona verið að veifa villutjöldum. Í fyrsta lagi það náttúrulega allt þetta að tala armslengdina sem nú að nafninu til en ekki á borði, ekki reynd. Svo það þessi viðbröð sem að komu fyrst þegar strax var fyrir að tala að stjórnvöld ætluðu að leggja niður bankasýsluna sem viðbröði þessu. Nú það þannig að bankasýslan hefur alltaf verið ákveðnum stjórnmálaöflum á Íslandi þyrnir í augum. Til dæmis Sjálfstæðisflokknum. Vegna þess að bankasýslunni komið á til þess að einmitt skerpa umgjörðina og hafa eftirlit og þeim var illa við þetta fyrirbæri. Þannig að svo núna þegar kemur svo upp úr kafinu að bankasýslan veldur ekki þessu hlutverki, þegar væri raunverulega ástæða til að endurmanna bankasýsluna og koma þangað inn hæfara fólki með meiri reynslu og betra skinnbragð á það hvert leita skuli ráðgjafar og hvernig eigi að framfylgja Ríkisendurskoðun leggur raunverulega til. Eins og Ríkisendurskoðun í raun og vera að leggja til. Það sé ekki hægt að selja ríkiseignir með þessu. En frekar en að fara í það að þá tala menn að þá varpa þeir allri ábyrgðin yfir á bankasýsluna og tala sem að leggja stofnunina niður. Þetta svolítið sniðugur gaffall. En í raun og veru bankasýslan á að standa að mínum mati sem stofnun, sem eftirlitsstofnun. Það þarf hins vegar að virkja armslengdina. Hún þarf að verða raunveruleg og svo þarf að manna þessa stofnun upp og nýtt. Hvernig fæst ykkur viðbrögð bankasýslunar í dag sem að var eiginlega að þau aldrei séð vitlausari skýrslu? Það var eiginlega hvert einasta atriði sem að Ríkisendurskoðun hafði í sínu skýrslu sem var rangt. Eiginlega eina atriði sem að var rétt. Að það væri að salan hefði verið hagfelld ríkinu, sagði bankasýslan. Allt annað vitlaust. Og þó orðaði Ríkisendurskoðandi það þannig að það mætti ætla að hún gæti almennt talist hagfelld. En í næsta orði sagði Ríkisendurskoðun að við hefðum orðið af 2 milljörðum. Já, og að það hvernig eftirspurnin var vanmetin kunni að hafa skaðað hagsmuni ríkissjóðs. Þetta eru líka orð Ríkisendurskoðunar, en það hengja allir í þetta með að hún hafi verið almennt hagfelld. Ég enda sé ekki alveg, mér finnst þetta að vera mótsögn, mér finnst svolítið skrítið að segja einu orðinu að
að hugsanlega hafi eignarhluturinn hafi verið seldur á undirverði og hagsmunir ríkissjóðs skaðast, en segja svo í því næsta að þetta hafi verið almennt hagfelld sko. Ef ég var að nota stílgreiningu á skýrslu Ríkisendurskoðunar og sérstaklega formálan, og ég bara nota mína þekkingu sem íslensku manneskja sem hef kennt skapandi skrif og fleira, þá finnst mér fyrir Þetta er eiginlega öfuga við skapandi skrif, þetta er eiginlega mér finnst reyndar þarna svolítið bera á því að það eru notuð svona veigrunar orð, það eru notuð hugtök til að fegra aðeins hinn sára sannleika. Sem hefur verið að bera fram. Sem verið er að bera fram. Já, þeir eru alveg að dissa þessa bankasýslu. Já, það er, sko, þeir gera það náttúrulega ekki virðingar sinnar vegna að fara með ósannindi. Þeir segja hlutina eins og þeir eru, en þeir sigur húða þá svona til að milda áhrifin af þeim, finnst mér. Svo má deilum það, er það góð aðferð í stjórnsýslu að gera það. En maður getur líka, það getur hver séð sig í þeim aðstæðum líka, þurfa að bera svona lagað á borð, þetta er erfitt, en þetta nöturlega niðurstaða. Ef að tala pólitík, það er nú er VG að verja spillingu Sjálfstæðisflokksins og sem hlýtur að fara illa bara í svona, er þetta ekki kallað svona DNA-flokka, þetta er arftæki Alþýðubandalagsins sem að fekk ekki að vera, var náttúrulega ekki í bandalagi með Sjálfstæðisflokki og Framsóknarflokki og ekki heldur þegar Alþýðuflokkurinn fekk að vera með að velja þriðja bankastjórn og svoleiðis. Þetta er flokkur sem að hlýtur að vera þykja næstu því óbærilegt að vera þarna megin línu. Já, ég veit það hreinlega ekki. En Nei. ég náttúrulega bara erfitt með að átta mig á því hvers konar fyrirbæri þetta VG er sko. En núna er náttúrulega flokkurinn í þessari stöðu að ríkisstjórnar samstarfið og forsætisráðherrastóll Katrínar Jakobsdóttur hangir algjörlega á því að það takist að hvítþvo Bjarna Benediktsson og varpa allri lagalegri og pólitískri ábyrgð af honum og yfir á þessa undirstofnun hans. Og þingmenn Vinstri grænna taka þetta verkefni alveg opboðslega alvarlega sko. Að sumuleyti, mér finnst það sérstaklega í vor, þá bara vakti athygli mín að mér finnst eiginlega þingmenn Vinstri grænna ganga lengra og vera að sumuleyti svona ósvífnari í þessum leiðangri sko, að fyrra Bjarna ábyrgð heldur en bara þingmenn Sjálfstæðisflokksins til dæmis. Það bara halla sér aftur í stólnum og horta á þau með skítverkin. Já. Það er svona svolítið það sem maður er að horfa upp á sko. Það er gömul saga á ný að vald spillir og vald er náttúrulega sterkasta límið. Það er bara örðun fórust þessa flokks sem er með vald. Þessi flokkur hlýtur að vera eitthvað meira heldur en þessir ráðherrar. Sko þetta er náttúrulega líka bara spurning hverju flokkurinn er tilbúin að fórna fyrir þá áhrifastöðu sem hann er í. Er hann, og hvenær telur Katrín Jakobsdóttir að hennar pólitíska innistæða þoli ekki meir? Þetta er í raun bara spurning um það. Þau virðast líta svo á að þau hafi borð fyrir báru ennþá, en Og heldur almenni flokksmenn, allavega þingmennir og kannski svona fórustaflokksins lítur svo á að eiginlega pólitíska erindi VG sé að halda Katrín Jakobsdóttur í forsætisráðherra. Sko ég átta mig ekki alveg á því. Ef markam á samfélagsmiðlana og þá umræðu sem þar á sér stað, þá sér maður náttúrulega að það er mikill sársauki í ákveðnum kreðsum innan VG og svona meðal félagshyggju fólks sem hafði kannski bundið vonir við að flokkurinn stæði fastar í fætur bara í umhverfismálum og í ýmsum svona félagslegum framfaramálum. Það stendur eiginlega fastast í fætur við að verja Bjarna. En já, hann stendur mjög fast í fætur við að halda að stíga ölduna með Bjarna og maður sér á samfélagsmiðlum og maður sér í opinberu umræðu að það særir drjúgan hluta. En sko þeir sem að gegna trúnaðarhlutverkum fyrir flokkin og eru kjörnir fulltrúar, þeir standa, sko það hrýn ekki sjáanlega mikið á þeim eins og staðan er núna, hvað verður og hversu lengi halda þau þessu yfirbræði hins holla samstarfsflokks.
það getur bara tíminn leitt í ljós. Næstu viku rættum við þessa skýrslu. Nú það í fjárlögum næsta ás að þá að selja restina af Íslandsbanka. Það eru 70 milljarðar sem að rekna með. Það ólíklegt að það ekki gerist eða eitthvað. Já, ég held að mun ekki gerast. Mér finnst nú bara svona fólk út á markanum tala þannig, sko. Já. Það eiginlega bara Ég fór að efast að það gerist, sko. Já. En hvað hafið þið fyrir ykkur í því? Ég menn okkur kann að finnast að það gerist ekki, en miðað við ýmislegt sem hefur gerst í þessu samfélagi væri, sko, hver ætti að stoppa það? Almenning. Forsætisráðherra? Það væri bara eiginlega ekki hægt fyrir stjórn. Já. Lítið á það. Þú nefndir pólitíska innegna. En ég ætla að vera það svona myndi kosta pólitíska innegna allra. Sigurður Já, Ingi, já. Bjarni Ben og Katrín Jakobsdóttir, þetta klára alla sína innegna þessu. Bjarni ánleita ekki mikið eftir. Já. Ég nema þið fórherðist og til staðfestu því að hér hafi ekkert þannig lagað farið úr skeiðis að þá haldi þau bara áfram. Hvað veit maður? Þannig þetta mál mun blandast inn í umræðinu fjárlögin. Já, ég hugsa að þetta mál muni bara einhvern veginn setja svolítið svipsinn á öll þingstörfin núna næstu mánuði. Ég býst við því svo kemur niðurstaða frá fjármála eftirliti Seðlabankans einhvern tímann í desember eða janúar. En í fjárlögunum að þá þarf VG og Framsóknarflokkurinn að taka ákvörðun það hvort að restina bankanum verður seldur næsta ári. Þau geta ekki haft það inn í fjárlögunum og annars 72 milljarða gat og sagt, þú veist bara að við sjáum til. Þau munu örugglega halda því fram að það sé besta mál að hafa þarna heimild í fjárlögum sem verði svo ekkit endilega nýtt enda með og þetta verði svo komið aftur fyrir þingið ef það standi til að selja meira. Þau munu afgreiða þetta einhvern veginn þannig býst ég við og samþykkja þessa heimild. Svona ef ég ætti að giska. En þetta náttúrulega með VG, það er svolítið erfitt að lesa í það sko hver þolmörkin eru þar og svona því ég held að þetta hljóta að vera allt annar flokkur heldur en fyrir 4-5 árum til dæmis. Það hljóta að vera sko, ég held að þetta sé svona svolítið þröngur hópur sem þarna eftir sem kannski einmitt gútteraði ríkisstjórnarsamstarfið á síðasta kjörtímabili og gerir það ennþá. Sama á náttúrulega kjósetunar Já, ég er ekkert vissum að flokkurinn hafi til dæmis í síðustu kosningum reitt sig sérstaklega á sko svona á félagshyggjufólk sko í kjörklefanum. Þannig að sko að því leitinu til kannski svolítið erfitt að segja til það sko hvenar hún klárar sína pólitísku inneign og hvenar ekki. Þetta er náttúrulega bara flokkurinn, ég meina munið 2017, Katrín var að halda fyrirlestra Thomas Piketty. Hún var bara að tala fyrir því að sko stórefla innviði í landinu og grunnþjónustuna og greiða fyrir það með hærri sköttum á hinn efnamestu. Fátæku get ekki beðið eftir réttlæti. Hvað við svo séð núna síðan sko. Þetta er bara flokkurinn er svolítið óþekkjanlegur frá því að Katrín Jakobsdóttir var sjálf í stjórnarandstöðu. Herðu, ef ekki að segja þetta gott. Það var mjög gaman að heyra í ykkur þetta mál, mikilvæga mál og eins og þau segja þá verður þetta líklega það mál sem að mun lita öll stjórnmálin, allavega fram yfir áramót, svona cirka fram í febrúar, við sjáum til. Við ætlum að halda áfram að tala við fólk Íslandsbankamálið, að eins og þau heyri þá eru margar vítir í því, kannski eigum við að fá fólk sem að getur ráðið í það hversuna flokkur VG er nú orðin. En hérna eftir